Norðfjarðar síldarradio kallar. Sko, þetta stöðin sem var á gamla síldarradíóinu, Norðfjarðar síldarradio, sem síðar verður svo Nesradio, en Nesradio nú komið í einhverja fjartengingu við Gufunes. Við vorum svo heppin að fá leiðsögn safnahúsið í Neskaupstað með Guðmundi Sveinssyni héraðsskjalaverði, en Guðmundur manna fróðastur húsið og allt sem þar má finna. Hvað geturðu sagt mér þetta hús? Já, þetta hús byggt 22–23 að Sameinuðu íslensku verslunum. En Sameinuðu íslensku verslunum voru hérna mikið ráðandi á Austurlandi og Norðurlandi og dálítið vestur á Firði. Svo það í kreppunni, þá bitnaði hún á þeim og þeir urðu fallegt. Og þá Neskaupstaður ekki orðinn til sem kaupstaður, heldur Neshreppur. Og Neshreppur kaupir þessa eign sem var þá mjög stór í augum Norðfirðinga, þetta hús. Og hvernig hefur það verið nýtt í gegnum tíðina? Í gegnum tíðina hefur húsið verið nýtt fyrir alla þá starfsemi sem þarf í einu sjávarþorpi. Það búið að fylgja allri uppbyggingu. Það búið að verka fisk, það búið að vera vörugeymsla, pakka saltfisk. Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar sem nú eru Fjarðanet, það var stofnað hér upp á lofti. Þegar nýsköpunartogarinn kom 1947, þá þurfti að fara að búa til veiðarfæri því það var ekkert hægt að kaupa þetta. Og hér var stór vinnuhópur, mikið af stúlkum og konum sem hér unnu við að búa til veiðarfæri, riða troll aftan í togarana. Í dag hýsir húsið hins vegar 3 söfn sem Guðmundur fór með okkur í gegnum og við byrjuðum á fyrstu hæðinni, en í sumar verða þar til sýnis myndir eftir Björn Björnsson sem vel kunnur á Norðfirði, en hann var kaupmaður í firðinum á árunum 1916 til rúmlega 1940. Hérna við með svona sýnishorn af hinum ýmsu myndum frá honum, en þekktastur var hann af sínum fuglamyndum. Þar þótti hann vera einn af fremstu mönnum á sínum tíma, öðrum ólöstuðum. Lagði mikið á sig til þess að eltast við erfiðar aðstæður að ná erfiðum fuglum. Svo þegar hann var búinn að mynda þær, þá fór hann að handlita, sem hann var mjög kunnur fyrir. Þessar myndir, bæði svarthvítar, fuglamyndir í lit og svörtu og ýmsar aðra staðbundna myndir frá Norðfirði, voru seldar hérna í búðinni og notaði tækifærisgjafi. Og hvert við komin núna? Hér innan málverka og myndlistasafn Tryggva Ólafssonar. Hér Tryggvi í sínum skrúða. Hérna fatnaðurinn hans og skórnir. En hann Norðfirðingur, bjó lengi út í Kaupmannahöfn og málaði lengst af þar en á nú heim í Reykjavík. Tryggvi afskaplega mikill Norðfirðingur í sér. Guðmundur telur að 400 myndir séu til eftir Tryggva sem inn í geymslu sem sjálfseignarstofnunin á, en í hverju maímánuði myndum skipt út og sett upp nýtt þema. Og nú við komin í hvert? Nú við að koma hérna upp á aðra hæð. Og þar sjóminja og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar. Og hérna blasir við okkur eldsmiðja sem að pappans átti og reisti þegar hann kom hingað til Norðfjarðar á svona miðja 3. áratug aldarinnar, síðustu aldar. Hann var vélstjóri kallinn, sett upp þessa smiðju. Og þessar smiðjur hérna eins og þessi, og náttúrulega margar aðrar, þær voru þess valdandi að menn gátu þó gert út á styrjaldarárunum og í kreppunni því að hér urðu bara að smíða það sem þurfti að fá þegar þú gast ekkert fara út í búð og keypt varahluti eða nokkurn hlut. Þá lá leiðin upp á 3. og efstu hæðina. Þá það Náttúrugripasafn Austurlands. Hvað hér til sýnis? Hér fuglar og nokkur önnur dýr og egg og grjót. Og hér svona ímyndað dýralíf í fjöru og klettum. Eitthvað sérstakt dýr sem þú heldur upp á hérna? Nei, það held ég ekki.
Það held ég ekki. Ekki nema haförninn kannski. Eftir skemmtilega og afar fróðlega leiðsögn var komið að því að kveðja. Það búið að vera ótrúlega gaman að labba hérna safnahúsið í Neskaupstað með Guðmundur. Fyrir áhugasama, hvenær er hægt að koma í heimsókn? Já, og þakka fyrir það. Sko, við erum með opið alla virkadaga í sumar frá 1 til 9 á kvöldin, laugadaga og sunnudaga frá klukkan 1 til 5 og allir velkomnir. Hvetjum alla til að kíkja. Hvetjum alla til að koma og sjá þetta með okkur. Ótrúlega flott. Þakka þér fyrir.